Skattleysismörkin sem sett voru í lög bankaskatt lækkuðu greiðslur MP-banka vegna skattsins 78%. Skattleysismörkin sem sett voru í lög bankaskatt lækkuðu greiðslur MP-banka vegna skattsins 78%. Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, segir að færa hefði mátt rök fyrir því að MP-banki greiddi engan bankaskatt þar sem bankinn hafi ekki verið meðal þeirra sem ollu ríkissjóði tjóni í hruninu. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Fyrir aðra umræðu fjárlagafrumvarpsins í desember lagði meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis fram breytingar á frumvarpi tekjuaðgerðir fjárlaga og sett var inn ákvæði sérstök skattleysismörk bankaskatts sem nema 50 milljónum króna. Samhliða því var bankaskatturinn hækkaður úr 0,041% í 0,376% en skatturinn leggst á heildarskuldir banka og fjármálafyrirtækja í slitameðferð. Skattleysismörkin koma sér afar vel fyrir MP-banka. Á vefsíðunni Andríki velt vöngum hvort breytingin kunni að vera tilviljun. Í ljósi þess að einn af framkvæmdastjórum bankans Sigurður Hannesson, ráðgjafi og vinur forsætisráðherra og formaður nefndar höfuðstólslækkun verðtryggðra lána, en bankaskatturinn á einmitt að fjármagna tillögur nefndarinnar skuldaleiðréttingu. Ef MP-banki þyrfti að greiða 0,376% af skuldum sínum, án 50 milljarða skattleysismarkana, þyrfti bankinn að greiða 241 milljón króna á ári í bankaskatt. Vegna skattleysismarkana lækka þessar greiðslur hins vegar í 53 milljónir króna eða 78%. Útreikningar fréttastofu miðast við síðasta birta ársreikning. Frosti Sigurjónsson, þingmaður Framsóknarflokksins, formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Hann segir að í október hafi komið fram athugasemdir að skatturinn myndi í óbreyttri mynd leggjast mjög þungt á smærri fjármálafyrirtæki. Þetta kom frá samtökum sparisjóða og það er meðal annars bent á þá erlendis, bæði í Þýskalandi og í Bretlandi, eru frískuldamörk í svona sköttum og þau eru þá miklu hærri en 50 milljarðar. Þannig að talan síðan þessum öllum ábendingum komið upp í fjármálaráðuneyti og þar síðan kemur frá fjármálaráðuneytinu þessi tillaga þessu frískuldamarki. Er eitthvað hæft í því að breytingin sé klæðskera sniðin fyrir MP-banka? Alls ekki. Ekki mér vitanlega og bara alveg mjög langsótt finnst mér að ætla það. Og tilviljun að þetta nýtist eða komið þeim banka sér svona vel? Ég veit ekkert hvernig talan fundin út þessi 50 milljarðar, þetta kemur frá ráðuneytinu. Frosti segir að skattleysismörkin endurspegli ábendingar sem hafi komið fram. Tilgangur þessa skatts að bæta ríkissjóði það tjón sem að ríkissjóði var fyrir í hruninu. MP-banki vissulega ekki einn af þeim bönkum sem tók þátt í því tjónu og það hefði mátt vera rök fyrir því að hann alls ekki að greiða neitt skatt, en hann greiðir samt skatt samkvæmt þessu, honum ekki algjörlega hlíft. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir 50 milljarða króna frískuldamark á bankaskatti vera valið af handahófi. Nefndin kemur saman til fundar á morgun þar sem skoða verður hvort breyta eigi upphæðinni. Lagt til að 50 milljarða króna frískuldamark verði á svokölluðum bankaskatti sem tilstendur að leggja á fjármálafyrirtæki, en í frumvarpi slíkan skatt varað við því að hækkun skatthlutfalls geti komið illa niður á minni fjármálafyrirtækjum. Bent hefur verið á að sú fjárhæð komi sér vel fyrir MP-banka og í því samhengi hefur verið bent á tengsl stjórnenda hjá bankanum við forsætisráðherra. Óljóst hefur verið hvernig upphæðin 50 milljarðar tilkomin. Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, sagði fyrir helgi að hún væri komin frá fjármálaráðuneytinu. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði í fréttum Bylgjunnar í hádeginu að það væri ekki rétt, starfsmenn ráðuneytisins hafi lagt fram útreikninga en ekki lagt til upphæð. Frosti greinir frá því á heimasíðu sinni í dag að í meirihluta áliti nefndarinnar sem dreift var 16. desember á Alþingi og í áliti fyrsta minnihluta hafi þessi upphæð verið formlega lögð til. Í samtali við fréttastofu sagði hann að í raun hafi verið slumpað á töluna eftir útreikningum frá ráðuneytinu og segir hann hana alls ekki sniðna fyrir MP-banka. Málið verður til umfjöllunar í nefndinni í fyrramálið og segir Frosti að þar ætli menn að reyna að glöggva sig á tölunni og skoða hvort ástæða sé til að breyta henni. Óskað hafi verið eftir upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu hvernig skatturinn leggst á einstök fyrirtæki. Frosti Sigurjónsson segir að umdeild fjárhæð frískuldamarks bankaskatts hafi fæðst á fundi, kom ekki úr ráðuneytinu, segir ráðherra. Fjármála- og efnahagsráðherra segir það rangt að umdeild fjárhæð frískuldamarks bankaskatts sem 50 milljarðar króna og hentar einum banka sérstaklega vel hafi komið úr fjármálaráðuneytinu. Hann segir að málið hafi alltaf verið á forræði efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Þorbjörn Þórðarson.
Ákvæði 50 milljarða króna frískuldamark bankaskatts sem þýðir efnislega það sama og skattleysismörk kom inn í frumvarp tekjuhlið fjárlaga fyrir aðra umræðu í desember. Frímarkið kemur sér afar vel fyrir MP-banka en bankaskattur sem sá banki greiðir lækkaði 78% við breytinguna. Það hefur vakið upp spurningar vegna tengsla bankans við ríkisstjórnina. Í umsögnum sem bárust efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis komu fram tillögur frískuldamark, þar sem að öðrum kosti yrði bankaskatturinn of íþyngjandi fyrir smærri fjármálafyrirtæki. Engar skýringar hafa hins vegar fengist á því hvernig fjárhæðin 50 milljarðar króna var fundin út og í vikunni vísaði formaður nefndarinnar á fjármálaráðuneytið með skýringar. Ég veit ekkert hvernig talan fundin út þessi 50 milljarðar, þetta kemur frá ráðuneytinu. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir þetta ekki rétt. Heldur hafi útreikningar áhrif frískuldamarksins komið frá ráðuneytinu. En á þessu stigi málsins þingmálið á forræði nefndarinnar og það kom ekkert frumkvæði frá fjármálaráðuneytinu að einstökum fjárhæðum í þessu efni. Finnst þér það ekki orka tvímælis að þessi skattur komi svona vel út fyrir einn banka, MP-banka, á sama tíma og margir núverandi og fyrirverandi starfsmenn þess banka að vinna fyrir ríkisstjórnina? Það eflaust hægt að setja alla hluti í eitthvað vafasamt samhengi. En hérna erum við að tala mál sem unnið fyrir opnum tjöldum í þinglegri meðferð, þar sem að fulltrúar allra flokka koma að málinu og gefa skriflegan rökstuðning fyrir sinni niðurstöðu. Vandamálið að það ekki minnst á það í gögnum efnahags- og viðskiptanefndar hvernig fjárhæðin fundin út. Í áliti meirihlutanefndarinnar breytinguna á frumvarpinu segir: Fyrir nefndinni var því sjónarmiði hreyft að sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki muni koma sérstaklega þungt niður á smærri fjármálafyrirtækjum og leggur meirihlutinn þannig til þá breytingu á 1. málsgrein 3. greinar frumvarpsins að aðeins þær heildarskuldir skattskyldra aðila sem eru umfram 50 milljarða króna teljist til stofns sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki. Engin rökstuðningur fylgir hvers vegna þetta eigi að vera 50 milljarðar króna. Finnst þér ekki mikilvægt að það verði upplýst nákvæmlega hvernig þessi fjárhæð er fundin út? Það sé augljóst að hún verður til í meðförum nefndarinnar og svo geta menn einfallega gefið sér það að sú fjárhæð reiknuð upp af sérfræðingum fjármálaráðuneytisins með það í huga að skatturinn skili því sem að honum var ætlað til ríkisins. Ég ekki með forræði á málinu á því stigi sem þessar breytingar eiga sér stað. Og meira þessu tengt Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, segir að 50 milljarðar króna frískuldamarkið hafi orðið til á fundi nefndarinnar í desember eftir samskipti við starfsmenn fjármálaráðuneytisins. Þorbjörn aftur. Þarf ekki að koma á hreint fyrir fullt og allt hvernig þessi fjárhæð 50 milljarðar króna var fundin út og hvernig þetta rataði í frumvarpið? Jú, og það efni fundarins á morgun í efnahags- og viðskiptanefnd, þá munum við fara yfir þetta mál betur, en hvernig nefndin kom þessu og hvað hún ályktaði, þá ályktaði hún það að skildi veita smærri fjármálafyrirtækjum undan það frá skattinum og fór á leiti það í tölvupósti til fjármálaráðuneytisins að fjármálaráðuneytið myndi aðstoða við að koma tillögu að því. Hvar verður þessi fjárhæð til? Hver skrifar fyrst niður á blað 50 milljarðar króna og leggur það fram? Þetta sem 10. desember sem að nefndin sendir þessa beiðni á ráðuneytið. Hver sendi beiðnina? Ritari efnahags- og viðskiptanefndar. Að beiðni hvers? Meirihluta nefndarinnar. Og óskar eftir tillögum frá ráðuneytinu? Já, óskar eftir aðstoð við þetta. Síðan eru sem sagt spurningu stærðargráður og hérna á fundi daginn eftir 11. desember þá rætt stærðargráðuna 50 milljarða. Hvaðan kemur þessu tala? Hver leggur hann til? Já, hún kemur bara sem sagt þá til frá þeim starfsmennum sem koma frá ráðuneytinu og þeir segja að ef við skoðum, orðrétt svona, ef við skoðum 50 milljarða þá hérna þetta afleiðingarnar af því og hérna nefndin gerir ekki athugasemdir við það og þá festist þessi tala. Frosti þarna vísa í fund efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá 11. desember. Meirihluti nefndarinnar ræðir á þessum fundi sín á milli og ákveður í kjölfarið að hafa þessa fjárhæð 50 milljarðar. Já, það gerði engin athugasemdir við hana, en hins vegar hafði þingið og nefndamenn höfðu 10 daga til þess að fjalla hana frekar og þingið hafði síðan 2 umræður til þess að fjalla þetta, þannig að þetta var allt saman opið og uppi.